Það vantaði ekki upp á dramatíkina hérna í þessum bikarsigri. Hvernig gerir þetta upp? Já, þetta var mjög kaflaskipt, við sagt það. Við vorum náttúrulega bara í fyrirháleik vorum bara ekki með. Bara einhvern ótrúlega hversu soft við vorum og við vorum bara eftir það í öllu. Undum ekki eitt sinnibolta, undum ekki eitt fyrstibolta, við vorum bara ekki með og rauninni heppni bara að vera bara 2-0 undir þessi alveg sér í hálfleik. En þú veist, í hálfleik fórum við aðeins yfir hlutina og menn voru svona aðeins tilbúin í það að bara leggja á þessu vinnu sem þú þarft að gera til þess að vinna Fjölni í Eiðishöllinni og frábært svara því bara einhvern veginn strax bara nýkominn inn á völlinn aftur og ná marki og ná það öðru markinu líka og jafna þetta og svo verður þetta náttúrulega svolítið klaufalegt þetta víti sem hefði kannski geta snúið sig hináttina aftur en ég var mjög ánægð með attitúti í okkur, ég var mjög ánægð með karakter Níko seinni hálfleik og sýndi það bara virkilega hversu góð við erum, hversu mikið mörkum er í okkur og hversu góð við getum verið varnarlega líka ef við erum bara ónýtt. Eitthvað áhugjefni, hvernig byrjaði leikinn? Nei við vorum að ræða þetta náðan þjálfarateymið ég meina æfingavikan er búin að vera frábær, búin að vera mikið tempó, búin að vera rosalega mikið bara góðar æfingar. En það er svo mjög skrítið alltaf að sjá það bara að vera ekki ónýtt einhvern veginn og ég veit ekki hvort að menn hafa alltaf einhvern litlir í sér eða eitthvað og út af þetta fyrsti leikur einhvern veginn í svona alvöru mótinu innan gæsalappa en það er ágætt það gerist núna en ekki einhvern tímann í sumar. Fullt af jákvæðum punktum samt taka út úr þessu? Já, ég meina við skorum 4 mörk í einum hálfleik og fáum tækifæri til að skora fleiri og vorum einhvern veginn ennþá að þrýsta á það og vorum einhvern veginn fannst mér svona líklegri til þess að skora þessi sigurmark og maður vildi reynda bara að fá það eftir 90 mínútur heldur en eftir 120 mínútur en attitútið var frábært, vinnuframlag frábært, við vorum að vinna þessa fyrstu bolta, vinna annar boltana og þegar við gerum það þá erum við bara með það mikið gæði í liðinu okkar að við getum alltaf refsa Með þessu komir í 16-lega úrslit, er einhver óskað mótherji? Nei, er það nokkuð, ekki svona á þessu stigi keppninu held ég En það er bara ekki gamla klassika, bara fá í kórinn bara og keyra á þetta 3 vikur að lengjudeildin hefðist, hvernig er svona bara staðan á hópnum? Hún er bara virkilega góð, bara virkilega, við erum bara komin með bara mjög flott lið, við erum búin að æfa virkilega vel og þetta er búin að vera fullt af áherslubreytingu frá því í fyrra en við bæði alltaf nýtt teymi og fullt af nýjum leikmönnum og nýjar áherslur með okkur og ég er bara ógeðslega ánægður og með svona hvernig leikmenn hafa tekið okkur og því sem við erum að gera og ég held að þeir sjáu það að þetta virkar ef við erum brónit og þannig að ég er búinn að vera mjög ánægður með undirbúningstímabilið, æfingaferðina og sé einhvern veginn bara fram á það að geta bara byggt von á þetta sem við erum að gera. Þetta tekur allt tíma en ég held að þetta getur orðið mjög gott í lok tímabilsins. Býstu við einhverjum frekari styrkingum fyrir mót? Nei, við erum ekkert að leita að neinu styrkingum. Mér finnst við vera með nægilega góðan hóp, mér finnst við vera með svona þessa eiginleika, þessa X-faktora í þessu leikmennu, hvort varnarlega, sóknarlega, sem mér finnst við þurfa í að spila þetta kerfi í okkar og þannig ég er bara mjög spenntur og við erum bara með mikla samkeppni og menn vita það bara að menn þurfa að standa sig til að spila og það eru margir sem gerðu þann í dag og margir sem komu inn á líka sem gerðu virkilega vel líka þannig að við erum bara mjög flottir. Sigurður Gunnar spilaði sinn fyrsta leik, hvernig bara fannst þér hann koma inn í þetta? Bara virkilega vel, hann alltaf eins og hann er búinn að spila svona einhverja mínútur með okkur í einhverju æfingaleikjum og bara frábært að fá hann líka inn í mixið við erum núna með 3 frábæra hafsenda núna og það er bara alveg samkeppni þessar stöður hjá okkur, hvort sé hafsendastöðin eða framanna vellinu eða miðjun eða hvað það er og við viljum halda því. Það er allir að vera svona, hvað maður segja, að standa sig til þess að geta spilað og ef það er þannig þá vitum við það að þá verðum við helviti góðir í sumar.